Ég var á þessum tíma varaslökkviliðsstjóri hjá Slökkvilið Reykjavíkur og var síðan í svona vinnuhóp ásamt öðrum í kringum sameininguna varðandi útreikningar og hugmyndir hvernig það hægt að framkvæmda því. Sem borgarritari í Reykjavík það heyrði slökkviliðið undir mig og ég vann mikið með þeim sem ég kallaði alltaf slökkviliðsstjórana, Hrólfi Jónssyni og Jóni Viðar og hittist reglubundið. Þeir voru alltaf uppfullir af hugmyndum það að sameinað slökkvilið myndi styrkja höfuðborgarsvæðið mjög mikið. Ég leist rauninni bara mjög vel á það og taldi náttúrulega að þetta væri bara góð lausn, sérstaklega til þess að glíma við verkefni framtíðarinnar. Því að það var alveg vitað raunur að verkefni voru bara að fjölga. Það var aukin aðsókn í sjúkraflutningana og slökkviliðina og svona alltaf bara mikil uppbygging líka. Það var svo gaman að vinna með Hrólfi og Jóni Viðari því að þeir voru svo áhugasamir og þeir voru svo áfram það að sjá hugmyndirnar sterka öryggisveit og sterk samskipti við aðra sem eru í öryggisvörslu fyrir almenning. Sameinist hérna og þetta sé björgunarmiðstöð sem hér eru til. Þetta allt saman á almannavarnastarfi og svo framvegis. Þetta hefur verið að þróast á síðustu árum. Ég held að sé mikilvægt að komi fram að þeir sem tóku þessa ákvörðun sem voru leiðtogar í sveitarfélögum á sínum tíma, það voru framsýn. Því að sameina á milli sveitarfélaga og búa til einingu sem öll sveitarfélögin eiga ekkert endilega gefið að það virki. En ástæðan við að virka að allir starfsmenn frá öllum sem liðum lögðu sig fram og við blöndum hópnum upp strax í upphafi. Þannig að það var alltaf staðháttaþekking á hvernig stað fyrir sig. Hafa kynnst báðum hliðum, að hafa verið 1 sumar áður í Hafnarfirði og svo búin að vera 3 ár hjá Slökkviliði Reykjavíkur. Þá leist mér mjög vel á það því ég vissi það að stærðin góð í þessu og það meiri slagkraftur í stærra liði, þannig að ég var mjög spenntur fyrir þessar breytingu. Ég hafði bara mikla þörf á að þessi liði saman í þessu liði og þetta öflugt slökkviliði í Hafnarfirði. Bara vera fleiri á vaktinni, það sé ekki þannig að maður staðið einn með reykun að taka á bakinu og eiga bjarga út fólki. Þetta var Reykjavík og Reykjavíkurborg spilaði mikið hlutverk í sameiningunni. Þannig að ég kom að henni með ýmsum hætti sem borgarstjóri í Reykjavík og við átti mjög gott samstarf við aðra sveitarstjóra eða bæjarstjóra á höfuðborgarsvæðinu. Það var kannski ekkit alveg einfalt mál og ég held kannski að lykillinn í því sambandi öllu hafi verið svona það traust sem ríkti á milli mín og Magnúsar Gunnarssonar, bæjarstjóri í Hafnarfirði. Við vorum náðum mjög vel saman við Magnús þetta mál eins og mörg önnur og við vorum alveg sannfærð það að þetta væri til heilla fyrir allt svæðið að sameina liðin á höfuðborgarsvæðinu og þetta væri bara, eins og maður segir, win-win fyrir alla. Þetta var hárrétt skref á þessum tíma og það hefur raun og sýnt sig á þessum árum sem liðin eru, þessum 25 árum, að skrefa úr rétt. Við fengum nýja slökkvistöð í Hafnarfirði sem var greidd úr sameiginlegum sjóði þá sveitarfélaganna og þjónustan við íbúana var betri. Þetta var spurningin að standa saman, að tryggja sem best lið og sem best öryggi fyrir alla höfuðborgarbúa. Og það var að passa strax í upphafi og öll réttindi starfsmanna héldust. Allir þeir sem vildu fá vinnu, fengu vinnu í nýju liði. Þannig að það var svona fyrstu skrefin voru dálítið uppbyggjandi. Ég kem af slökkviliðinu á Reykjavíkurflugvelli í sameiningunni. Ég aðalvarðstjóri og ég fyrsti fulltrúi starfsmannanna þegar að sameiningunni kemur. Þannig að jú, ég tók þátt í henni. Við vorum góðir í því sem við vorum að gera, keyra bílana og koma okkur á stað og annað. En okkur vantaði svona þessi viðurkenndu námskeið sem fóru dýpra í hlutina. Og við keyrðum átt fram hjá skógulhliðinni þar sem við sáum það var alltaf eitthvað í gangi. Þeir voru með köfunarhóp, þeir voru með landflokk, þeir voru með stærðarana reykköfunarsvæði hérna, æfingasvæði.
helstu áskorunar í svona miklu breytingaferli mannlegt eðli sem að felur í sér að þú þekkir það sem þú þekkir og ert kannski að einhverju leyti á verði gagnvart því sem þú þekkir ekki. Og þess vegna skipti mjög miklu máli að breytingarna væru bæði vel kynntar meðal starfsmanna og að það byggðist upp traust á því að það væri gert í þeim tilgangi að styrkja liðið. Helstu áskorunir eru dálítið þannig og kemur engum óvart. Það náttúrulega starfsmannamálin. Starfsmannamálin náttúrulega kjarnin í okkar þjónustu og mannaflin og menntun og gæði þeirra bara það sem að gerir liðið að því liðið sem það er. Það var svolítið smákungaveldi á höfuðborgarsvæðinu. Það var svona svert sveitarfélag fyrir sig og hver bæjarstjóri svona að gera siggildandi og borgarstjóri líka og pólitíkin var nú ekki alltaf hjálpleg, var að vera etja sveitarfélagunum saman og búa til einhverja samkeppni á milli þeirra lóðir og lönd og úthlutanir og fyrirtæki og þetta var svona andrúmsloft sem var dálítið erfitt. Ég var hins vegar alveg sannfærð það að því meir sem við getum inni saman, þeim betra. Og að við ættum að sameinast alla svona grunngerðina á höfuðborgarsvæðinu, veiturnar, hafnir, strætó, slökkvilið og alla þessar svona stóru þættir í grunngerðinni og líka svo stóra drætti í skipulagi. Þannig að við værum ekki alltaf að keppa eitthvað sem að engu máli skipti. Þetta var tilbúin samkeppni. Okkur var vel tekið leið og við komum á þennan vinnustað og þetta var bara ljómandi gott. Eins og smurðvél bara. Ég var nú búin að vera með öllum varstjórunum héðan úr Reykjavík út í Sandu í þjálfun og þekkti alla þessa ágætismenn. Hefur engin sveitarfélög grætt eins mikið á þessu eins og Hafnarfjörður, Garðabær og Bessastaðahreppur. Það sem að mér fannst athyglisvert að frá upphafi að þá hefur verið haldið svo vel utan gögn og greiningar. Þú veist svo vel hvað slökkviliðið að fást við, hvernig það fæst við það, hvað árangur skilir, mínútum og sekúndum og allt saman. Þannig að þeir hafa haldið svo vel utan slíka hluti. Verkefni koma dálítið svona ekki á færibandi. Það koma kannski 10 einu og svo kemur pása og svo kemur 1 og 1 og svo kannski 15. Þannig að þetta var bara verkefni til að ná að glíma við framtíðar útköll. Og þetta voru aðeins misstór lið, þannig að allar slökkvilið Reykjavíkur hafi ekki verið kannski nánast 4 sinnum stærri heldur en slökkvilið Hafnarfjarðar og svipa þá með slökkvilið á Reykjavíkurflugvelli. En það var kannski svona, maður þetta læra aðeins nýjan kúltúr og ég hugsa að hafi nú verið kannski minnsta áskorun fyrir þá sem voru í slökkvilið Reykjavíkur að það var svona minni breyting að bæta þessu við en ég hugsa að það hafi verið svolítið stórt stökk fyrir þá sem voru í minnileiðunum að þurfa að verða allt í einu hluti á þessu stóra. En fljótlega kom nú í ljós að þetta var nú allt saman bara frábært fólk og við lærðum fljótlega hver á annan, það voru nú ekki margar konur þá sem það er þetta breytt hjá okkur í dag. En mér finnst þetta menn sem eiga bara hrós skilið frá mér í öllu tillit. En það var eitt af því sem að þeir lögðu mikla áherslu á, að það var að vera þáttakendur í jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar sem á þessum árum var að bara takast á við það að það var svo mikið kynjahall í allri stjórnun og í störfum og þeir voru hvernig getum við gert það vegna þess að þetta alla kríteríu byggjast á einhvern veginn líkamlega atgerfi og þeir fóru bara sjálfir við getum bara búið til einhvern veginn af því að það þarf mismunandi í störfin og það þarf ekki að auglýsa öll með sama hætti og svo kemur maður hingað núna, þetta bara kona og konu ofan. Fyrir almenning þá var þetta bara miklu stærra lið sem að var gat brugðist við á styttri tíma
ég held að það hefði verið fyrir almenning, þá var það stærsti kosturinn. Þannig að, já, og líka eins að, sko, það voru 3 flugbrautir sem liggja að sjó og hérna var köfunarhópur, þannig að, sko, þeirra aðgangur var miklu greiðari og þeir gátu farið styðstu leið héðan úr skógarhliðinni. Nei, það sem maður lenti í þegar maður var á Hafnarfjarðarstöðinni, að það má maður ekki segja frá. Það var ekki gaman að vera einn með reykköfundutæki á bakinu og bjarga út einhverjum aðilum. Eins og ég lenti í. Það sem hefur helst breyst náttúrulega er að þetta er orðið eitt lið og þetta er orðið öflugari eining og við getum gert meira, við getum gert öðruvísi hluti heldur en við gerðum kannski ef við verið aðskilin. Þannig að það náttúrulega er svona stóra verkefni og svo náttúrulega líka maður að horfa á að flutningurinn, við tökum bara sjúkraflutningana, á þessum tíma hefur þeim fjölgað 120%. Ég hugsa hún hafi aukið öryggi almennings á svæðinu alveg heilmikið og ég held líka að það hafi áherslan sem að Slökkvilið Reykjavíkur hafði á sjúkraflutninga og að sérmennta starfslið til þess að sinna þeim verkefnum með því að senda þau út til náms í Bandaríkjunum og gera þau fullfæra sjúkraliða eða sjúkraflutningamenn held ég að það sé kallað en paramedics. Og áherslan sem að varð hérna kannski í stærra liði á því líka að vera stöðugt, að passa upp á líkamlegt og andlegt aðgerði, fara inn á brautir eins og það er að átta sig á því að þetta er sennilega með átakamestu og erfiðustu störfum þegar þannig stendur á og fólk þarf aðhlynningu eftir að hafa tekið þátt í verkefnum sem slökkviliðið tekst á við og ég held að það hafi vorðið til svona miklu meira stuðningskerfi í kringum slökkviliðið heldur en áður var og fyrir almenning þá er það bara óskup einfaldlega. Við erum sennilega með slökkvilið sem á sér fáalíka í því hversu vel það sýnir sínu hlutverki og við erum með sjúkraflutninga sem eru sko líka alveg einstaklega öryggir og ganga vel. Ég bara þetta bara öflugt slökkvilið sem að var að fá og kom aðstoð frá öðrum stöðum ef það var eitthvað mikið að vera. En tækin hafa þróast og við erum komið meiri tækni. Til dæmis í upphafið þá vorum við með svona bækur til þess að finna hvar adressan væri. Í dag lítur við bara á skjá. Bara dælubílarnir okkar sem við tækjabílarnir þetta er miklu meiri tæki og miklu öflugri vatnsdælur og allur búnaður er bara orðin betri og þróaðri, alls konar möguleika til að slökkva eld sem við höfum kannski ekki áður og ég held að bílarnir okkar og tækin öll séu bara áreiðanlegri. Þetta virkar bara þegar þetta á að virka og það er bara ótrúlega gaman að sjá það hvernig þróun er í þessum efnum sko. Við höfðum ekki ranabíl í Hafnarfirði eins og þeir eru með hér og höfðum bara svona hæsna stiga á slökkvibílunum og það var mikil breyting. Við erum með mjög góðan búnað og menntunin er alltaf að leggja áherslu á menntun þannig að margt sem hefur bara þróast mjög jákvætt sem hefur kannski ekki þróast eins í minni einingum. Það var mikið léttir hérna þegar við fengum nýtt merki sko. Það var gott. Þannig að sjáu ef áhyggjurnar liggja þarna, hvað þetta var nú saklaust sko, ef þetta var það sem við höfum mestar áhyggjur af. Búnaður og búningar, þetta hefur náttúrulega tekið nokkur breytingum svona gegnum tíðina. Ég myndi segja að þau eru mjög vel heppnaðir í dag. Já. Þetta eru merki fyrir sko vaktina, fyrir fólk sem eru á vakt og fyrir slökkvistarf og sjúkraflutningana og fyrir svæði sem við vinnum á. Landnám Ingólfseyla sem er Ingólfur, þannig að þetta eru merkin og litirnir tákna svona. Ég fór nú í Hjartarstokk í sumar
út í Hafnarfjarðareyni, þannig að Viltu þá sjúkraflutningamenn að koma fyrir? já. Þeir björguðu mér hressilega. Og tæknin var svo mikil að neyðarlína vissi nákvæmlega hvar við vorum og þeir voru fljótir á vettvang. Steini 32, 302, Guðrún og Eiríkur 707 og eru hérna fyrir, Freyr Sigurðsson 708, Bendik og Daði 709. Ég held að næsta skrefið yrði að vera svona að setja flugvöllin aftur undir slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Ég held að það sé mjög áreiðandi að gera það. Bara þannig að halda uppi þessum standard og líka að fólk sem héðan miklu stærra björgunarlið að það hafi aðgang og geti séð og kunni að fara svæðin. Mér finnst að þjálfun slökkviliðsmannanna og sjúkraflutningamanna hafi verið til fyrirmyndar, hafi verið rétt þróun og vel staðið að málum. Þannig að ég vil bara í raun og veru að það sé haldið áfram á þessum góða vegi og þetta það sem skiptir þegnanna mestu máli, það öryggi frá öllum sjónarhólum. Hér auðvitað vinnur alveg ótrúlegt magn af hæfileikulíku fólki og maður er snortinn að fá að vera hluti af þessu teymi vegna þess að það eru snillingar í hverju einasta horni sko. Mér finnst þetta að vera svona metnaðarfullt lið, slökkviliðið, gaman að sjá hvernig fólk vinnur hér, þennan metnað sem hérna og bæði í liðin og tækjabúnað og sýnist mér að þetta bara gefist mjög vel og bara ánægð með að hafa þátt í því að þetta varð að veruleika. En ég held svona heilt yfir þá sé almenningur sátt við okkur enda kemur það fram í ýmsum könnunum hjá Gallup og öðru að við njótum mikils traust, mesta traust sem að bara stofnun fær. Fyrir það erum við afskaplega þakklátt.